miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, breyttum endurnæring, sorgbreyttum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægðinni og kærleika. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínu og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið í þig og þinn blessaða son Jesú Kristi. Við biðjum í nafni hans. Amen. Davíðssálmum standa þessi orð. Lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn sála mín og gleymi í neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn. Náðugur og miskunnsamur Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sýnir miskunn börnum sínum, eins hefur Drottinn sýnt miskunn þeim óttast hann. Því hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mót. Miskunn Drottins við þau óttast hann, varir frá eilífð til eilífðar. Hjá postulanum heyrum við þessi orð. Ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú, Drottni vor. Mun ástin
Heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesú, Drottinn, ef þú hefðir verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú býður um. Jesú segir við hann að bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni og efsta degi. Jesús mælti, ég er upprisan og líf. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Amen. Of
Náð sé veður og friður. Það er sumar og Trausti er að slá tún í Brekkuhúsi í Vestmannaeyjum. Allt í einu man hann að upp er runnin lokadagur til að endurnýja happdrættismiðann sem hann átti hjá Happdrætti Dags. Hann hættir að slá, ekur úr flekknum á traktornum niður í bæ með sláttuvélina aftan í og endurnýjar miðann. Þessi óvænti snúningur átti eftir að reynast örlagaríkur því kvöldið er bankað á dyr í Brekkuhúsi og tilkynnt að vinningur hafi fengist í útdrætti dagsins. Og það engin smá. Íbúð í Ljósheimum í Reykjavík. Andvirði hennar var nýtt til jarðakaupa hér upp í hrepp og lífið tók nýja stefnu. Draumur ungra hjóna var að veruleika og ævistarfið helgað búskap. Ef ég mætti yrkja vildi ég jörð. Sveit er sálmanns kirkja, sálmín bæna gjörð. En nú eru leiðarlok og þá er spurt hvað tekur við. Hvert skal horfa? Við erum harla smá í stóra samhenginu. Lífið æðir fram og áður en við er litið er barnið komið á fullorðinsár og fullorðna fólkið orðið að gamalmenni. Þess vegna er vert að staldra við stöku sinnum, líta yfir farin veg og velta fyrir sér tilgangi og framtíðar áformum. Lífið er á margan hátt eins og eitt stórt happdrætti. Það sem við vinnum og töpum, það skiptast á skín og skúrir, sigrar og sorgir. En hvað gerum við þegar að dauðinn mætir okkur? Hvernig endurnýjum við miðann þá? Svarið sem trúin gefur liggur í orðum frelsarans og til hans leitum við nú á vegamótum í Hrunakirkju, við hverjum og þakkum. Komið til mín, segir Jesús. Trausti Indriðason var fæddur á Siglufirði 17. febrúar 1935. Foreldrar hans voru hjónin Sigurjón Indriði Guðjónsson frá Enni á Höfðaströnd og Þóra Árnadóttir frá Hljóti í Norður-Múlasýslu. Trausti var elstur 6 systkina. Yngri voru Guðjón fæddur 1937, Guðbjörg fædd 1941, Hjördís fædd 1943, Loftur Þórarinn fæddur 1946 og Árni fæddur 1950. Hjördís og Árni lifa systkini sín. Trausti ólst upp í foreldrahúsum á Siglufirði til 11 ára aldurs en þá flutti fjölskyldan í Fljótin þegar að Indriði fjölskyldufaðirinn gerðist stöðvarstjóri Skeiðsfossvirkjunar. Þar voru þau með lítilsháttar búskap til heimilisins samhliða og þá lærði Trausti handtökin við að mjólka sem átti eftir að nýtast honum vel síðar meir. Trausti gekk í barnaskóla Ketilási, fór síðan á heimavist á Sólgörðum þaðan sem hann lauk fullnaðarprófi og þá tók skóli lífsins við. Trausti var reglusamur og bindindismaður alla tíð. K9 sem var Willis 1946 keyrði hann á böllin nyrðra á sínum yngri árum í hópi vina og skemmtilega mynd af okkar manni við K9 sjáum við einmitt í sálmaskráni sem þið hafið undir höndu. Aðspurður af vinunum hvort hann vildi ekki prófa að fá sér sjúss, svaraði Trausti með annarri spurningu: hver á þá að keyra ykkur? Það var ekki rætt frekar. Sem ungur maður vann Trausti meðal annars við Skeiðsfossvirkjun en fór síðan á vertíðir til Vestmannaeyja fyrst 17 ára gamall. Eitt sumari fór hann á síld en starfaði annars á vertíðum í landi við aðgerð og flökun. Leiðir þeirra lágu
einmitt saman fyrst út í Eyjum á Bryggjuröltinu þar, en hún vann á þeim tíma í frystihúsinu. Raunar sagðist hún hafa séð þennan langa og ljóshærða pilt í bláum jakkafötum fyrst á stúkufundi. Síðar tókust með þeim nánari kynni. Trausti og Elín Sesselja Guðfinnsdóttir frá Herðubreið við Heimagötu 28 í Vestmannaeyjum höfðu fundið hvort annað og við tók viðburðarík og gjöful samleið. Trausti og Elí trúlofuðu sig árið 1954 og gengu í hjónaband 24. júní 1956. Þau bjuggu fyrst á neðri hæðinni í húsi foreldra Elíar, en þegar af hennar í Brekkuhúsi féll frá, fluttu Trausti og Elí þangað til ömmu hennar og tóku við búskapnum. Búskapurinn var smár í sniðum í fyrstu, en smátt og smátt tók húnum að fjölga og þá kom sér vel mjaltakunnátt að Trausta, sem vakti athygli því engan veginn var sjálfgefið og raunar fremur óalgengt á þeim tíma að karlar kynna mjólka. Trausti vann í fiski samhliða búskapnum til að drýja tekjurnar og veitti ekki af því að fjölskyldan tók að stækka. Börn Elíar og Trausta eru Guðfinnur fæddur 1955, Indriði fæddur 1956, Guðjón fæddur 1959, Guðmundur fæddur 1960, allir fæddir í Eyjum, en svo yngsta í systkinahópnum, Elín Jóna, fæddist 1971 þegar þau voru flutt upp á land. Barnabörnin eru 11 talsins og langafa og langömmubörnin eru orðin 10. Sumarið 1963, þegar stóri happdrættisminningurinn kom í hús, markaði ákveðin þáttaskil. Eftir að hafa búið í Brekkuhúsi frá 1956 var sýnt að stækkun á búinu voru takmörk sett meðal annars vegna landnæðis og nálægðar við flugvöllinn. En það var einbeittur búhugur í ungu hjónunum og svo fór að þau festu kaup á jörðinni Unnarholti í Hrunamannahreppi árið 1964 og fluttu þangað vorið 1965. Mummi, bróðir Elíar, sem var skipstjóri í Eyjum, flutti fólk, skepnur og húslóð í 2 skipsferðum til Þorlákshafnar. Vélar, tæki, húslóð, 13 kýr, 4 kvígur, þau hjónin, 4 börn og síðar 1 amma í Brekkuhúsi. Hvað erum við búin að vera lengi, spurði ungur sonurinn íbygginn og nokkuð áhyggjufullur á svip þegar báturinn fullhlaðinn var kominn skammt frá Eyjum. Hálftíma, var sagt. Þá svaraði sá stutti, og báturinn ekki sokkinn. Siglingin til Þorlákshafnar fór vel og sérstaka athygli vakti þegar kýrnar voru rólegar. Áhöfnin var síðan flutt heim í Unnarholt á 2 vörubílum. Já, það var sannarlega ævintýraljómi yfir þessum flutningum og nýr kafli tók við. Trausti hafði af forsjálni sinni farið að Unnarholti snemma vors og borið á túnin og því var hægt að hleypa kúnum beint á græn grös við komu þeirra í nýja heimahaga. Trausti og Elí voru með blandaðan búskap í Unnarholti, bæði kýr og kindur. Síðar snéru þau sér að umfangsmikilli kartöfluræktun sem þau stunduðu meðfram skepnuhaldinu langt árabil. Trausti var einkar áhugasamur kartöfluræktunina og kindurnar, en síður kýrnar. Tæpa 2 áratugi starfaði hann við haustlátrun í sláturhúsinu í Laugarási. Þeim hjónum búnaðist prýðilega og áttu góð ár í Unnarholti. Árið 1986 kom Guðjón sonur þeirra inn í búskapinn og tók síðan við árið 2002. Þá fluttu Trausti og Elí á Flúðir og hafa búið í snotru einbýlishúsi við Smiðjustíg alveg síðan. Fyrr á árum var fastur liður hjá fjölskylduna að fara í sunnudagsbíltúra inn í Þjórsárdal, meðal annars
til að fylgjast með virkjanaframkvæmdum sem að Trausti var afar áhugasamur og svo var auðvitað farið í berjamó á hverju hausti. Fyrstu utanlandsferðina fóru Trausti og Elli til Noregs árið 1979 með flúðakornum. Síðar og einkum hinn seinni ár átti utanlandsferðunum eftir að fjölga, heimsóknir til sonarins Indriða sem býr í Sviss og svo árlega til Kanarí. En síðustu dvölina þar áttu þau einmitt í byrjun þessa árs 6 vikna ferð þar sem þau fögnuðu saman níðræðisafmæli Trausta. Hitinn og sólin áttu vel við Trausta. Raunar var það þannig að leið og sólin sá hann var hann orðinn brúnn. Auk utanlandsferða ferðuðust þau hjónin heilmikið út landið, fyrst með tjaldvagni, eftirdragi og síðar hjólísi. Á þeim ferðum var ómissandi að vitja æskuslóðana bæði á Siglufirði og í Fljótum. Trausti var hæglátur og ekki maður margra orða. Gat þó komist á flug ef að talið barst að einhverju sem að fangaði áhuga hans. Til dæmis það snérið að Vestmannaeyjum, Fljótunum eða Siglufirði. Og alltaf var hann til í að ræða afkomendur sína, en í þeim má segja að þau hjónin hafi uppskorið ríkulega. Trausti var óhemju talnaglöggur og mikill reiknishaus, bæði fljótur og fimur að reikna í huganum. Minnugur og eftirtektarsamur, kindamögn meðan hann var í búskapnum og nöfn á fólki hafði hann ævinlega á hraðbergi. Trausti bjó yfir jafnaðargeði og skipti sjaldan skapi. Rólindur og mæjusamur og lítið gefinn fyrir að trana sér eða sínu fram. Trausti hafði alla tíð áhuga á tækni og nýjungum og fylgdist vel með á þeim vettvangi. Sömuleiðis las hann dagblöðin, hlustaði á fréttir og var vel heima í málefnum líðandi stundar, rölti á hverjum degi í hvernig veðri sem var til að ná sér í blaðið upp í búð. Hann nautaði þess að fylgjast með íþróttakappleikjum í sjónvarpi og alveg sérstaklega þegar handboltalandsliðið átti hlut. Trausti var sístarfandi, alltaf eitthvað að dunda. Leit aldrei stórt á sjálfan sig en óbilandi stoltur af sínu. Sérstaklega hreykinn af eiginkonunni og sagði óspart frá dugnaði hennar hvort heldur það sneri að hannyrðum eða garðinum heima sem raunar hefur vakið sérstaka athygli fyrir fegurð og snyrtimennsku. Svo voru það líka frægðar sögur af sigrum og velgengni afkomendana sem að Trausti var óragur að vekja athygli á. Trausti bjó við góða heilsu lengst af en hinn seinni ár var þó sitthvað sem hann lagðist til. Hann hafði árabil verið með undirliggjandi hvítblæði, fékk hjartaáfall 2018 og greindist síðan með krabbamein fyrir fáeinum mánuðum síðan. Með seiglunni og kannski þrjóskunni hélt hann þó sínu striki alveg ótrúlega lengi. En seinnipartinn í september var þrótturinn farinn að daprast, svo mjög að hann var lagður inn á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi. Þá kom í ljós að margvíslegir krampleikar voru farnir að sækja fastar af og eitt leiddi af öðru. Trausti andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi eftir 3 vikna legu, þann 17. október síðastliðinn. Innilegar þakkir eru fluttar frá fjölskyldu Trausta til hjúkrunarfólks á Heilbrigðisstofnun Suðurlands fyrir einstaka umönnun og hlýju þessar síðustu vikur sem hann dvaldi þar. Það verður jarðsett í Tungufellskirkjugarði en þangað mun aðeins nánasta fjölskyldan fylgjast að. Það verður gert eftir kaffið sem að öllum viðstöðnum boðið að þiggja í félagsheimilinu á Flúðum og fjölskyldan mætti þess að sjálfsögðu að fá að hitta ykkur öll þar.
Þeirra fjölskylda hefur sveitungar. Sumarið fór hann niður í bæ á traktornum til að endurnýja happdrættismiðann sem markaði upphaf að nýrri vegferð. Nú er komið haust og slætti lokið. Líkaminn orðinn lúinn eftir langan vinnudag. Lífsferill að baki sem var margt viðburðaríkur og gjöfur. Og margir áttu happdrættisvinningarnir eftir að verða. Á stærstu upplifði hann í eiginkonu og afkomendum eins og fyrr greinir. En þegar að máttinn brestur til að endurnýja miðann í happdrætti lífsins, þá kemur hann sem segir: komið til mín, öll þið sem að erfiðið hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Ég lifi og þér munuð lifa. Hér er boðuð endurnýjun á miða. Ný vegferð til móts við endurfundi og birtu eilífðar sem að bíður okkar allra síðan. Eftir sitja ljúfar minningar góðan dreng. Trausti Indriðason er Guði falinn. Amen. Við þakkum þér, algóði Guð, fyrir ljósið sem við okkur skín frá Drottni og frelsara okkar og heilugu orði hans. Veittu okkur náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Trausta Indriðason frá þrautum og veitt honum hvíld.
Ver þú náðugur þeim sem að líf hans var tengt ástúðarböndum. Helga og blessa minningarnar allar og varðveit þau á vegum þín. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Sameinumst í hljóðri bæn. Allar bænir felum við svo í bæninni sem að Drottinn kenndi og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Oh,
fjölskyldan fylgjast að lokinni erfidrykkju. Það verður hægt að signa yfir kistuna hér fyrir utan kirkju þegar þið farið út. Meðtæki drottinlega blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen. Amen.
Já.